Þetta er verkefni 21 í D-hlutanum. Við vorum að setja myndina hérna í töflunet. Síðan er ég búin að gera lið númer 9 og 10. Þið sjáu leiðbeiningarnar í kennslubókinni. Hérna er texti 2 sem þið eigið að breyta stílnum. Ég er búin að merkja með texta 2 en á eftir að breyta stílnum. Og síðan eru þið hér í þessari efnisgrein og búið til nýjan stíl sem á að heita inndráttur og stillið hann eins og sagt er í lið 10 í kennslubókinni. En ég ætla að fara núna í lið númer 11 og setja haus á skjalið. Þá er ég bara með bendilinn í þessum kafla, ekki á forsíðunni eða efnisyfirlitinu. Og ég fer hér í insert og ég fer í header og ég vel edit header. Og þá er ég stödd hér með bendilinn. Hér stendur First Page Header Section 2 og Same as Previous. Ég byrja á að slökkva hér á Different First Page og ég slekk líka á Link to Previous áður en ég set textan í haus. Hann á að vera miðjaður og það er búið að stilla það hér. Nú fer ég í Quick Parts og Field og ég ætla að setja fyrirsögnina sem er í kaflanúmerinu. Þá vel ég hérna Style Ref, finn það hér og tengi við heading 1. Ok, þá kemur textin sem er í þessu hingað. Ef ég breyti þessum texta þá breytist þetta líka. Síðan ætla ég að fara í Go to Footer hérna og ég ætla að setja blaðsíðunúmer fyrir miðju. Nú þarf ég ekki að slökkva á Different First Page en ég slekk á Link to Previous. Þá kemur ekki fótur eða blaðsíðunúmer á efnisyfirlitið eða forsíðuna. Og ég fer hér í Page Number, ég vel Current Position og Plain Number og það byrjar á 0 en ég ætla að breyta því Format Page Number og segja Start at 3. Forsíðan er fyrsta blaðsíðan, efnisyfirlitið kemur á blaðsíðu 2 og þetta er síðasta síðan, eða sem sagt fyrsta síðan í verkefnu og það er númer 3. Og ég get ýtt á Escape eða tvísmelt á textan í skjalinu til að fara úr fæti. Og nú ætla ég að vista.